Velkomin í þennan þátt af Íslenska draumnum. Ég heiti Sigurður og þáttarstjórnandinn í þessu hlaðvarpi. Í þessu þætti ætlum við að setjast aðeins niður og gera smá stöðumat yfir hvernig markmiðin okkar að ganga fyrir þetta ár. Fyrir þá sem hafa ekki ennþá nýtt sér það að fara inn á íslenskidraumurum.is og sækja markmiðaheftið fyrir árið, þá getur við farið inn á íslenskidraumurum.is og sett netfangið og við sendum frítt markmiðahefti. Nú þar sem að sumarið rétt handa við hornið, þá mikilvægt að við spyrjum okkur sjálf hvernig ganga markmiðin okkar fyrir þetta árið. Erum við á rétti leið og ég að gera það sem ég ætlaði mér að gera? Og hvað þarf ég að gera til þess að breyta því? Því að málið snýst það ekki að vera fullkominn, heldur vera meðvitaður eða meðvituð það að taka þessi litlu skref í áttina að markmiðunum þínum á hverjum einasta degi og geta aðlagast ef að planið hefur breyst. Það allt í lagi að fara eins út að leið, en það sem skiptir meira máli hvernig kemur aftur inn á rétta leið í átt að þínu markmiðum. En spurðu sjálfa þig með þau markmið sem að þú búin að setja þér. Hvernig hafa þau gengið? Ef þú horfir aðeins tilbaka yfir síðustu mánuði, hvað hefur gengið vel og eitthvað sem að hefur kannski ekki alveg eins gengið eftir planinu? Það sem skiptir þig mestu máli í þessu öllu að vera heiðarleg við sjálfa þig. Þetta snýst ekki að allt gangi upp 100%, heldur vera meðvitaður hvar maður stendur. Og þess vegna mikilvægt að taka endurmat á sínum markmiðum reglulega. Ég vil hvetja þig til þess að spyrja sjálfa þig. Eru þessi markmið sem að þú settir þér í byrjun árs, eru þetta réttu markmiðin fyrir þig? Hefur eitthvað breyst í forgangsröðunni hjá þér í millitíðinni, eða eitthvað sem að þig langar að leggja meiri áherslu á eða ég vil sleppa? Stundum við svo upptekin við það að fylgja eftir planinu að við gleymum að spyrja okkur hvort að það þjónar okkar tilgangi enn og hvort að þetta séu þýðingamikil markmið fyrir þig. Þá mikilvægt að geta fínstilt markmiðin eða ég vil breyta þeim. Og það ekkert að því að þurfa að setjast niður og endur hugsa markmiðin sín, heldur það hluti af vegferðinni. Spurðu sjálfa þig, hvað það sem að tekur við? Hvað getur þú gert núna á næstu vikum eða mánuði til að halda áfram í rétta átt? Ekki hugsa 10 hluti í einu, veldu frekar 1-3 atriði sem skiptaði máli og einbeittur að þeim. Litlu skrefin sem við tökum daglega það sem að skilar okkur alla leið. Í þessum þætti settist ég niður með Jónasi Karli sem að ég hef verið að vinna með síðustu ár og við höfum starfað núna saman í 4 ár og hann hefur verið að vinna sem ökuleiðsögumaður hjá okkur hjá Deluxe Iceland við það að aðstoða okkar viðskiptavin eða gestir sem að fá til Íslands við það að upplifa það besta af Íslandi. Þar sem að þessi viðskiptavinir eru gífurlega kröfumiklir og þeir vilja aðeins það besta, að þá getur að vera mjög krefjandi að sjá til þess alla þeirra sér þarfir og annars sé uppfyllt og þess vegna skiptir gífurlegu máli í þessu starfi að vera vel undirbúin og mæta rétt, vera vel á sig andlega komin, jafnt og líkamlega. Þess vegna fekk ég Jónas til að koma til mín og ræða aðeins hvernig hann hefur verið að setja sér markmið og hvað það sem skiptir hann raunverulega máli. Jónas, þú getur kannski aðeins kynnti fyrir hlustendum, sagt aðeins þinn bakgrunn. Já, Jónas Karl heiti ég, uppalinn haffyrringur, verð 35 ára þessu ári, 2 barna faðir. Vinn sem leiðsögumaður fyrir Deluxe Iceland. Já, en þú hefur verið bara síðan við kynntumst, hvað búin að vinna, við búin að vinna aftur lengi saman? Byrjaði ekki það sumarið 2021? Jú, geta verið í kringu þann tíma. Já. Og þú varst að vinna sem fjórhjólagæt á undan því? Já, það var svolítið svona endrið mitt í að gæta að ég enda að byrja að vinna fyrir strákana í Grindavík. Og það var svona, já, það sem að maður náði svolítið í svona grunninn og hjálpaði mér rosalega mikið þegar að ég tók skrefið í að fara í þetta meira high-end sem að við erum að gera, þú veist, hjá Deluxe Iceland. Kröfuharðari viðskiptavinir. Já, þannig að þetta var svona, já, nokkuð skref í efri deildir, eins og maður segir. Já, það hefur verið
mjög fróðlegt og skemmtilegt að fylgjast með vegferðinni þinni síðan við kynntumst Já. og þú hefur einmitt verið einn af þeim sem hefur tekið markmiðasetninguna mjög alvarlega og það hefur náttúrulega verið eitt skref í einu. Þetta hefur ekki bara allt verið dans á rósum. Það verður svolítið svona gaman að fara yfir þína vegferð. Hvað er það svona sem að hefur þú lært að hver voru markmiðin sem þú lagðir út fyrst til að byrja með og hvernig þú nýttið tólin sem þú fekkst við markmiðasetninguna til þess að ná meiri árangri? Já. Sko bara, svo kannski við förum bara aðeins tilbaka þegar ég var í Grindavík þá ég man ég eftir að þú var stundum að koma þú veist og uppstrílaður og flottum bíl og svolítið svona ég myndi kalla alltaf mér fannst alltaf svolítið svona mystery yfir þessum high-end ferðum svona náði alltaf svona svolítið mínum áhuga og ég hugsa var svona mikið að pæla bara svona já þetta er eitthvað sem að ég hef gaman á þetta því ég fann alltaf, þú veist, ég var að gæta í Grindavík á fjörhjólunum að, þú veist, að mér fannst gaman að, þú veist, að hjálpa fólki að upplifa sem mest og skilja sem mest eftir í ferðunum. Einmitt. Og mér fannst í því sem þú varst að gera, þú veist, að það var hægt að skeila það svolítið upp því að það sem við erum að gera í dag er náttúrulega, þú veist, að við erum bara að hugsa fólki bara frá því að kemur og þá til að fer. Já. Og við getum haft rosalega mikil áhrif á hvernig þeirra ferð er til Íslands. En já, moving forward 21, þá sá ég að þú varst að auglýsa eftir stöðu. Og ég var svona, ég veist ekki hvernig típa það varst, bara svona öflugur strákur, ungur, búinn að koma fyrirtæki og ég sótti og svona, já, ég fekk viðtalið, ok. Til þess að komast þarna inn, þá þarf ég að setja línuna, hvað, þú veist, ég vil út úr því að vinna fyrir Deluxe Iceland. Einmitt. Og ég bara sá svona tækifæri, þú veist, að þetta væri staði fyrir mig, það sem ég gæti virkilega að skara fram úr. Og þú kannski manst við talinni að ég sagði bara, herri, að þú ræði mig, ég ætla að vera besti leiðsögumaður í Íslandi. Já. Og þá, þú veist, ég held að var það ekki svolítið svona breakthroughið? Jú, það var markmiðið þá. Já, það var svolítið svona breakthroughið og ég setti bara svolítið hátt. Já. Og já, svo bara fekk ég vinnuna og bara frá þeim degi þá hefur það alltaf verið svolítið mitt markmið, alla dag og enn í dag þá er ég að hugsa hvernig ég get performað betur. Já. Og ég myndi samt segja, þú veist, að þarna var ég svolítið að hugsa hvernig ég geti performað betur í vinnunni. Já. En einhvern veginn svona automatist smitaðist það svolítið út á annað. Að þú veist, ég fór að hugsa bara hvernig geti performað bara öllum aspektum í lífinu. Já, það fer yfir í persónulega lífi líka. Já, gerði það sko. Það hefur áhrif á allt annað. Já, þannig að þú veist, þetta helst allt í hendur. Já. Hvernig myndir þú segja svona þróun hjá þér, þannig ertu að lýsa þegar þú byrjar og kemur inn og sem guide, svona þróun hjá þér hefur verið síðastliðin ár sem bara einstaklingur og einmitt þegar það kemur að því að setja skýr markmið og vita hvaða stefnu þú vilt taka í lífinu? Það gerir svolítið bara automatist þegar þú ert í kringum fólk sem er svolítið að gera það sama. Og bara eins og þú veist, í byrjun Deluxe Icelands ferilsins þá, þú veist, við náttúrulega byrjuðum frekar smátt, svona frekar easy verkefni, svo svona, þú maður hvernig ég var svolítið æstur í bara, herði, ég vil fá stærri verkefni, stærri kúna. Mjög æstur. Meiri ábyrgð. Og já, ég bara svolítið neldi öll verkefnin og ég myndi segja að við komist þanga bara svona frekar hratt. Já, einmitt. Svona að náða að leggja niður svolítið svona foundationin hvað að vera í lúxustúrisma er. Já, en það er náttúrulega ekki gefið fyrir alla að standa undir þeim væntingum með að vera tilbúnir að taka skrefið upp á við. Þú ert náttúrulega að fara út úr þægindarammanum og þú þarft að leggja inn vinnuna. Já, allan daginn, sko, líka þú veist, kannski fyrir mig var þetta líka bara það þú veist, að fólk ákveður í hvaða karýr þau er að stefna í og þau setja, þú veist, bara fókusinn þangað. Já, einmitt. Að það var bara svolítið það sem gerst fyrir mig var bara að ég hef svo gaman að þessu, ég hef svo mikið passion fyrir að, þú veist, að delivera góð service, fattari, og delivera góður upplifun. Að fyrir mig var þetta svolítið eins og bara færi nám. Já. Og þú veist, og fara bara í skóla í því sem ég ætla að vera bestur í. Einmitt. Þannig að það fær ekki endilega, þú veist, að vera
þú veist, það er svo marga leiðir hvað fólk bara, þú veist, hvað allar að dedicata í, það er alltaf eitthvað beginning, þú veist, Já, það er það að byrja einhvers staðar. Já, það er svona beginning of the journey, fattar við. Já. En hvernig þú talar hana, þú veist, þú byrjar og ég man bara nákvæmlega eftir þessum fundi sem við tókum að þú segir bara við mig, ég ætla bara að vera besti gætinn á landun í þessu og ég hugsaði bara strax bara geggja, segja að leið með drifkraftin, það sem vantaði kannski svona stefnun og leiðbeinunum í rétta átt. Já. En hvernig svona færist þetta og hefur áhrif á persónlega lífið þetta, þegar þú náttúrulega ert búin að taka gífurlegum framförum það líka og ná miklum árangri. Að hvað svona, þú veist, hvernig er samspilið þarna á milli vinnu og persónlega lífsins þegar að þú einmitt kemur hann inn, stimplar náttúrulega mjög hratt inn í bransan sem gætaði ökuleiðsögumaður í rauninni eins og við höfum talað þá er þetta náttúrulega miklu meira heldur en ökuleiðsögumaður sko, við förum setna yfir í nánar út í það. Já. En hvað er svona persónlega markmið fylgdu á eftir? Svona persónlega markmið sem fylgdu þar á eftir var náttúrulega að þetta ítti mig líka bara svolítið í að leggja vinnuna svolítið í sjálfa mig til þess að verða, þú veist, betri leiðsögumaður. Til dæmis að þú mætir í svona verkefni og þú þarft að gefa rosalega mikið af þér. Þú veist, að ég allir slæma daga fatturu, fá leiðilega fréttir eða einhverja leiðilega upp og komur. En svo bara þú ert komin í vinnuna og ég tekum átum fólkinu, þú veist, þá er þetta bara annað karakter, þú veist. Þú bara hoppar inn í eitthvað hlutverk. Já, það ert að vera alveg á tánum, þú ert að vita nákvæmlega hvað þú ert að gera, þú ert að vera vel undirbúin og þú ert að mæta. Já, akkurat. Já. Það er nefnilega máli. En hvernig svona, ertu með einhver dæmi einhver svona persónuleg markmið sem að skipti máli og sem að þú hefur verið að vinna, til dæmis eins og núna ertu náttúrulega bara í besta formi sem þú nokkuð tíma verið, en samt hefur ýmislegt verið að gera bæði í vinnunni og fjölskyldulífunni það síðustu ár. Hvernig svona hefur þú náð að halda svona gradually hægt og rólega verða alltaf betri og betri saman þó að hefur náttúrulega ekki verið alveg allt dans á rósum og ekkert alltaf upp á við. Já. En þú hefur samt, ef þú horfir tilbaka á síðust ár, þá ertu alltaf búin að vera á leiðinu upp, sko. Já, það er unni, þú veist, að komast þangað hefur bara verið svolítið eitthvað sem að maður hefur svolítið bara þurft að finna með sjálfum sér. Það er, þú veist, það er auðvelt að halda rútunni í 2 vikur, sko, en svo kemur alltaf tíminn það sem þér langar að fara að slaka á. Já. Og það er svolítið svona mikilvæga tími sem að þú þarft að halda accountable að halda áfram. Já, einmitt. Það skiptir ekki máli hvort að þú sást í 4 tíma eða það er eitthvað spennandi að gerast daginn eftir sem þér langar að fórna því sem þú þarft að gera. Einmitt. Og þú stikkar við gildin þín, fattari. Já. Að ég myndi segja svona yfir long term er það þú byrjar að gilda ógeðslega mikið svona árangur að því. Já, einmitt. En hvernig hefur þú haldið við til dæmis eins og núna, þú komið 2 börn og konu og fjölskyldu og heimili og mikil ábyrgð inn að vinnun og annað. Hvernig nærðu svona að halda í við að vera með markmiðin og vera að vinna að því frá degi til dags? Sko, ég held að kannast flesti við það sem að eiga börn að tíminn eða skortum skammti. Fyrir mig þá er það í rauninni bara að managea tímanin rétt. Já, og það er náttúrulega forgangsraða rétt líka svo þú getur gefið sko vel að þér sem faðir og eiginmaður og annað sko að sjá til þess að þú sér með góða líkamlega og andlega heilsu. Akkurat, og það er svona, þú veist, náttúrulega svolítið korið af því að þú veist að maður er að leggja á sig og að gera sitt besta, það er líka að maður vill vera fyrirmynd fyrir börnin. Þegar þau eru 15-20 ára gömul, þú veist, hvernig horfa þau pappa sinni. Það er eitthvað sem að kerið áfram. Já, myndi segja það, sko. Segja það líka bara, þú veist, að geta verið til staðar, þú veist, að spila með þeim íþróttir, þú veist, að fara með þeir í fjallgöngur og þurfu ekki að segja, herri, þið farið að gera þetta. Pabbi ætla bara að vera að hvíla sig, horfa sjónvarpið, þú veist. Já. Þú veist, það er maður ekki alveg beint til staðar. Nei, og heldur ekki góð fyrirmynd á beint. Og ekki góð fyrirmynd heldur, sko. En ertu með eitthvað dæmum bara eins og fyrir okkur öll sem að þekkja sérstaklega að setja okkur markmið og stefnur í lífinu að það náttúrulega heiðarlega stundu gengur rosalega vel og við erum öll alltaf on top í byrjun ás, sko. Já, akkurat. Þannig að jú, það er náttúrulega að koma svona koma hæðir og lægðir sem að maður hefur svolítið svona brent sig aðeins á en lært aðeim og svona í dag svona acknowledge maður það. En svona minn lærdómur af því að hvernig maður díla vera áskorunar, það er bara, þú veist, að gera þetta
að gera þetta allt fyrir sig. Já. Bara, þú veist, til þess að nefna dæmi, hvað er ég að gera núna? Þú veist, ég er að lyfta, ég er að hlaupa, ég er með markmið að, þú veist, að taka utanvegarhlaup núna í júní. Búin að rífa með núna 30 kíló síðan í maí fyrra. Já. Það er akkurat bara svolítið þá þegar það, þú veist, ég neldi bara svolítið að vera svolítið accountable fyrir sjálfum mér. Ég held ég hef aldrei tekið svona langt rönn að vera svona consistent svona lengi og svona komið á þann stað núna að þetta er ekki lengur, ég er einhverju átæki, þú veist. Þetta er bara lífstíl. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara það sem ég stend fyrir og svo maður sem ég er í dag. Og þú veist, og ég horfi fram í framtíðina, fattur, ég er að horfa fram á veginn til lengri ára, ég er ekki að horfa fyrir, já, ég ætla að taka 6 mánuði á góða ári og vera alveg full on og svo bara detta út, þú veist. Já, þetta er intensity versus consistency, leggja inn vinnuna hægt og rólega við lengri tíma. Já, akkurat, 100% sko. Já, en hvað er það svona sem að keiriði það áfram til þess að geta verið einmitt on top á þessu markmið, þú veist, eins og við talaðum búin að taka aðeins 30 kíló núna, hvað er það svona stóra markmið, hversin það skiptið þið máli að vera í góðu líkamlegu formi? Ég myndi segja sko að grunnurinn af því að vera í líkamlega góðu formi er grunnurinn af öllu öðru. Út af því að vera í góðu líkamlegu formi er vinna. Og þú veist, líkamlega, og ég myndi segja að líkamlega parturinn fyrir mig allavega er miklu auðveldari heldur en andlegri sko. En það er þess að líka, þú veist, þessi andlega vinna að vera að halda áfram og þú veist, eins og bara með litla gæði minn, þú veist, hann er 9 mánaða og stundum bara lítið sofið nætunar, en ég er samt vaknaði að 5:30, ég stikka við rútínuna, þú veist, það er akkurat þetta sko. Einmitt. Og ég myndi segja bara svona að þessi andlegi styrkur, hann kemur bara svolítið svona yfir tíma. Já. Og hugarfarið kemst bara einhvern veginn á þann stað er að, þú veist, að sásökin við að svíkja sjálfa þig. Já. Að þú veist að hann er bara miklu verri heldur en að beila sko. Taka auðveldu leiðina. Þannig að þú veist að fyndi hvernig þetta svissast sko. Það ég svona hef alltaf svona fyrir mína mestu tíð alltaf verið bara svona ég ætla að slaka á ég bara geri betur þú veist, og höldum áfram í staðin fyrir að taka aðeins í taumana, þú veist. Já, einmitt. Við það að standa við lofur eins og þetta gefa sjálfur hverju mennsta degi. Já, þannig að þú veist, fyrir svona þá sem að relata við þetta, þá myndi ég segja að þetta sé svolítið svona það sem að breytti öllu. Já, það er líklegast flestir sem upplifa þetta. Það er alltaf enginn sem að getur sett sér bara markmið og verið á topp allan tíman, sko. Nei. Það er ekki mögulegt, sko. Og það er líka svo mikið bara, þú veist, þegar þú ferð af sporinu, hvernig þú pikka sjálfað upp aftur og kemur aftur inn á, sko. Já, að þú sért ekki að draga þessu of langt, þú veist, eins og þú segir við ég ætla að mæta á æfingu í dag og morgun mætir ekki æfingu í dag og morgun, sko, að þú sért þá ekki dregur ekki sjálfaði niður, heldur kemur aftur on track, sko. Akkurat, það er akkurat svona, þú veist, að ég held að það sé svona nokkuð algengt að fólk taki gott tímabil, sko, og svo dettur á sporinu og svo líða 4-5 mánuðir og þau eru kannski bara komin í verri máli en þau voru í áðurnu byrjuðu. Já. Það er akkurat að þú veist að því fyrir sem þú nærða að stíga aftur inn, þú veist að yfir langan tíma myndu alltaf sjá betri niðurstöður. Já, einmitt. Það er mjög mikilvægt. Þetta er bara að taka eitt að einu. Já, nákvæmlega, akkurat. Já. En við nú tekið reglulega í rauninni alltaf í byrjun árs, þá fyrir við alltaf öll saman yfir markmið og setjum okkur markmið. Og ég hef mitt ástæðan okkur, ég vildi fá því þetta spjallin, og ég er búin að vera að fylgjast með þér síðan að við byrjum að vinna saman, og við náttúrulega verið bara gífulega gefandi að sjá þinn árangur og sjá bara svona hvað þetta er virkilega hjálpað að setja markmið og markmiðasetning bara yfir höfuð, að vera skýr á markmið og hvert þú vilt stefna. Hvernig er svona, þú veist, ferli á þér eins og fyrir markmiðin, hvernig ert að setja markmið og hvernig hugsar markmiðin?
bara eins og með markmiðasetninguna okkar núna í byrjun ás að mér finnst rosalega gott að bita niður markmiðin í akkurat fjórðunga. Já. Út af því að, þú veist, 1/4, það er bara varla að byrja þegar það er komið að næsta, sko. Einmitt. Og þá getur maður akkurat, sko, fara yfir bara, það sem maður setti sér og hvert maður er komin. Já. Og adjusta eftir því, sko. En hvað myndirðu segja að væri svona mikilvægasta við allan frá þér séð þegar þú ert að setja þér markmið? Það er í rauninni bara að setja niður markmiðin, setja niður action points, hvað þú ætlar að gera til þess að ná markmiðunum sem er búin að brjóta niður, af hverju ert að gera það og já, allan svona fyrir mitt leyti þá finnst mér bara miklu betra að horfa aðeins styttra fram í tíman, setja barið hátt, vinna hart að því, horfa svo á næsta bita sem barið er hátt. Ef þú setur barið yfir 12 mánuði, fattaru, þá er bara eins og sért að taka Hvannadalshnúk í einu setti, þú veist, á þess að taka breyktist að fæði vassabá, þú veist. Það er bara að gera fjallið aðeins minna. Já, bara brjóta þetta niður í minni. Já, bara bara til dæmis, ég get það svo sem alveg dilt bara einu af markmiðunum sem var hjá mér, það er, þú veist, bara fitupróstan, sko. Þú veist, að þá væri bara með, þar að breyka niður, hvar verið fitupróst á þarna. Einmitt. Ég held að það sé algjört lykilatriði að brjóta þessi markmið niður í svona minni skref sem að þú getur séð sjálfa þig fyrir vera að taka. Saman eins og ég horfi bara á hlaupin, þú veist, maður er kannski að hlaupa 20 kilometra, maður horfi fyrst á fyrstu 5, svo 5-10 og svo 10-15 og svo 15-20, sko. Það er svolítið mikið að vera að horfa á 20 í einu. Já, 100%. Líka sem ég hef notað, gott tól sem ég hef notað til þess að halda mér accountable fyrir actionplani í markmiðunum mínum. Já, ég er að nota þess app sem heitir Habit Tracker. Já. Þar tjekka ég bara í öll svona actionlist. Ég brendi á því að hafa aðeins svo mikið á hverjum degi. Ég var með svona 10-11 atriði. Það er svolítið mikið. En ég skar það niður ég er með 6 núna. Og ég myndi persónulega ekki fara mikið yfir 6. Og þegar ég byrjaði að nota Habit Trackerinn að þá sá ég líka, þú veist, svolítið mikið að markmiðin sem þú setur niður, þau þurfa að skipta það mjög miklu máli. Já, en það er náttúrulega eina sem getur orðið oft markmiði getur orðið oft svolítið mikið kvöð og eins og nefnið þannig að það skiptir gífurlegu máli að vera að gera þetta út af einhverju ástæðu sem að keyri þið það áfram, af því ef ástæðan er ekki nógu sterk að þá myndu hætta bara leið og móti blæs, sko. Akkurat, já, 100%, sko. Þess að undirbúum fyrir dagana, þú veist, að þá teki bara stundum fund með sjálfur mér. Já. Og ég nota þennan tíma oft bara því að kommjúta, þú veist, frá heima í vinnuna, bara með sjálfur mér í bílnum. Bara svona minnum á bara svona, þú veist, hvað er ég að gera, hver er stefnan og af hverju er ég að gera þetta. Já. Og þú gerir þetta, þá ertu alltaf svolítið, þú veist, með svolítið svona beintir action hvað þú ert að stefna. Einmitt, stöðufundur. Já, daglega þá. Daglega. Já. Og þú veist, og það verður bara svolítið svona habit að ég tengi bílferðina við það að taka hennar fund. Þannig ég tek hennar stuttafund með mér og ég tek þakklætið. Já. Það er svona kjúast við bílferðina hjá mér. Þannig að maður getur svolítið svona kjúa þetta saman, þú veist, við eitthvað sem þú ert að gera. Einmitt. Bara, þú veist, ég sest inn í bílinn, setjum beltið í kveiki bílnum og ég bara, fundur með sjálfum mér. Og þakklæti. Já, þetta mjög góða venjur, sko. Já. En er einhver svona aðra venjur sem þú tilengar annað heldur en köldusturturnar, þakklætisbænin og stöðufundina sem þú ert að nefna núna sem reynir að gera á hverjum einasta degi? Svo litla venjur eða hefðir sem að koma þér lengra og sé til þess að þú ert tilbúin í daginn og takast á þau verkefni sem þú ert að gera? Já, ég myndi segja svona að þú veist að svona litlar venjur sem að hjálpa mig mikið er að bara þegar ég vakna þá fer ég ekki síman. Ég stand beint upp og ég hef oft krassað á því að taka upp síman. Já. Og hvað gerist þá? Ég fer í gegnum rútínuna en ég kannski næ ekki koma öllu almennilega. Þá missur stjórn á deginu. Missur stjórn á deginu. Þannig að þú veist bara þessi hlutur. Bara þessi litli hlutur. Já, þetta er því að þú veist svona eins og það sett upp hjá mér þú veist, foundationum mitt bara svolítið þú veist, bara frá 6 mánuðina. Já. Þá til ég, þú veist, þarf bara að fara inn í daginn. Já. Þar klára ég svolítið svona
megnið af habitlistanum mínum, sko. Einmitt. Þannig að, og ef það klúðrast, þú veist, þá væri bara sár, sko. Já, Og, en hvernig finnur eins og mun á dögun sem hún nærð ekki að gera þetta annað heldur hún sé kannski sár út í sjálfa eða þegar að kemur að því einmitt að vera að delivera annarkvort í vinnunni eða heima fyrir? Já, náttúrulega, þú veist, að koma oft upp aðstæður þar sem að, þú veist, það bara er ekki tími fyrir allt, en þá bara, já, ég hugsa bara um það. Ég hugsa um það bara, þú veist, og ég segi bara back on track tomorrow. Já, og líka kannski hvernig þú svona tala við sjálfa, þú veist, ég er ekki lélegur eða léle, heldur ég get gert betur og ég ætla að gera betur á morgun, ekki draga sjálfa það niður. Já, ég meina, þú veist, við erum mennsk, sko, þú veist, við erum ekki róbótar, við, þú veist, kannski það sem við sjáum, kannski á social media, þú veist, það sem að, þú veist, svo Jocko Willig og þessi gæðir, fattur, þeir eiga potið slæma daga líka, sko. Hega allir slæma daga. Þú veist að ég er svolítið svona David Goggins, Já. Kall og þú veist, og hann segir bara, þú veist, hverjum einstu degi ennþá, þá lendir, þú veist, á hann erfitt með að gera það sem hann ætlar að gera. Já. Þú veist, ég held að það er eitthvað sem að... Ég held að séu bara allir með það, bara eins og með hlaupin á mér. Það er eitt svona leðilegasta sem ég ger, en ég gera það samt að því að ég veit að það er gott fyrir mig og mér finnst gaman að gera hluti sem ég veit að ég vill ekki gera, sko. Og það byggir upp sjálfstrausti og sjálfsagan innra með mér, sko. Akkurat, þetta er bara highs and lows, fattar. Já, en eins og til dæmis með köldu sturtun og ég verið að tala um það í mörg ár, sjálfur verið að nýta mér að gífurlega mikið og verið með þetta að mæla með að fólk gera það til að koma sér á stað, byrja daginn á að gera eitthvað sem er krefjandi. Þetta er líklegast ekki fyrsti hlutur sem þú vilt gera til að þegar þú vaknar, en gífurlega mikið verið að það byggir upp einmitt sjálfstraust innra með þér og undirbyrðið undir átök dagsins og verkefnin. Hvernig var eins og fyrir þig að koma þessu inn í rútína þegar fólk vill svolítið mikla þetta fyrir sér að hugsa allir, ég fá bara viðbröðin, það er ekki séns að ég geti farið inn í ískalda sturtu í meir en 10 sekúndur, en svo þegar fólk einhvern veginn pröfar þetta og fer í gegnum þetta, þá er þetta miklu auðveldara heldur en það heldur. Já, sko, ég man bara eftir því ég byrjaði á þessu, ég man eftir að þú varst þannig accountability partner hjá mér í kannski 1 eða 2 mánuði eitthvað, og þú veist þá að ég hafði ekki svona farið í kaldapottinni sundlegin, sko. Ég alltaf verið bara einhverju geðsjúklingar sem að gera það, sko. einhverju gallharið sjóarar eða eitthvað, þú veist. Og það var þetta líka svolítið svona early í þessu cold plunging dæmi sem er í gangi í dag, en náttúrulega mjög mikið af fólki byrjaði að gera þetta. En ég bara gradually bara, þú veist, ég byrjaði bara með, þú veist, fara með hendina inn, ég kjúaði með einhverju lægi eins og þú mældi með. Einmitt. Og þú veist, og svo bara expósaði mig alltaf meira og meira og meira. Já, varst alltaf lengur og lengur bara. Byrjaði bara hægt og rólega, sko. Já. En svona, svo fór ég á svona kynningarnámskeið á Wim Hof meðferðina og sangaði að með smá þekkingu þar, svona hvernig er best að undirbúa sig fyrir þetta og þetta snýst í rauninni allt bara hvernig steitið þú ert í þú ferð inn. Já. Þannig að þú veist, það er mjög svona flestir sem fara fyrst ofan í kaldabot er svona spennast allir upp og missa andan, þú veist. Missa stjórn á öndunni. Já, en ég myndi svona að þú heldur andadrættinum in check, fattar og brandaði rólega gegnum þetta og anda bara með nefnu. Já, akkurat. Þannig að þú missir ekki svona stjórn á taugakerfinu, sko. Einmitt. Og ég er náttúrulega bara búin að gera samningu sjálfum eins og ég gerði fyrir mörgum ári síðan er að ég fer ekki út úr húsinu að fara í kaldasturtu. Já, akkurat, já. Það er bara þannig, sko. Og þú veist, fyrir mig, ég myndi segja, þú veist, það er bara gífurlega munur á lífinu hvort þú taki kaldasturtu eða ekki á morgnana, sko. Þetta er bara partur rútinu eins og bursta tennurnar og annað, sko. Já, þú veist, ég finn bara mun, sko, þú veist, ef ég tek ekki kaldasturtuna á morgnana að ég er að fara inn í vinnudag. Ég veit ekki hvort það ég sé ímyndum mér að mér finnst ennska minn ekki jafngóð. Já, þú veit ekki einn stælt inn bara. Já, það er líka bara að þú ferð inn í kaldavatni að þú veist að þú ert bara að spæka öllu dótinu í gang. Þetta er bara eins og að fá sér bara þrefóðin espresso og bara allt taugakerfið, það bara vaknar. Tekur náttúrulega smá tíma fyrir taugakerfið að vakna á morgnana, þess að ástæðan fyrir að fólk drekkur kaffi þannig fyrr, fattar við. Já. Einmitt, sem er náttúrulega heldur samt ekki gott fyrir að býða einhver 90 mínútur þá til að færa fyrsta kaffibóllan eftir að vakna, sko. Já, þannig að þú veist, Miracle Morning, það er náttúrulega, sko, þú veist, það er cold plunge og svo tekur þú svona 1 kaffi rétt á þannig og byrja daginn. Já.
einmitt. Að þú veist, vinnudaginn tekur á móti fólkinu. Og það byrja daginn rétt, sko. Byrjaði kaldri sturtu og búin rúmið þitt, þá ertu strax búin að áorka eitthvað. Já, og svo allt eftir það verður þá bara Já, aukaðatrið, sko. Það var ekkit mál að díla við hvaða áskorunir sem komast upp, sko. já, nákvæmlega, akkurat, sko. Þannig að, já, ég er svona, já, ég er 100% viss á það að þetta er eitthvað sem að mun aldrei detta út í mér. Ég er bara, mun vera að gera þetta bara forever, sko. Já, bara partur af lífinu. Já. En hvernig við hefum náttúrulega verið að vera með bækur mánaðar eins og svona verið að lesa alls konar sjálfshjálpa bækur. Já. Hvaða bók myndur þú segja að hafi kannski haft svona mestu áhrif á þig sem einstakling og þína vegferð? Ég myndi segja Atomic Habits. Atomic Habits. Já, Atomic Habits. Við nú lesið hana nokkur sem Ég heldur búin að lesa hana núna 3 sinnum. Já. Allan að síðan ég byrjaði. Já. En, af hverju sú bók og hvað er það svona sem tekur úr henni? Til dæmis bara eins og með bílferðinu mínar sem ég er búin að treyna, þú veist, habitið, Q á það sem ég er að fara að gera, þannig að já, ég myndi segja svona þegar ég tengi saman hluti sem að Q-a mig í eitthvað habit, hjálpa mér að halda venjónum mínum stabilum. Já, ég myndi segja að það væri svona það sem ég tók mest út af bókinni. Vinnulega séð, þá veist alveg hvað bók það er náttúrulega Unreasonable Hospitality, fyrir Mentality, svona æfingar og þannig, náttúrulega hlusta ég svolítið mikið á David Goggins, búin að hlusta bækurnar hans svolítið mikið. Þannig að já, ég er bara svona, mér skeggja þú veist, við bókalistan okkar er að það er svolítið svona diversified, maður tekur alltaf eitthvað nýtt sem að plæjast á, þú veist, þetta er ekkert eitthvað bara, þú veist, hvernig verður betri einstaklingur fyrir vinnuna, þetta er bara svona general, hvernig verður betri sem einstaklingur. Já. Og mér er bara geggja svona að, þú veist, að við sem teimi séum að gera þetta saman og lærum að því, og ég er ekkit svo viss að sé mikið af fyrirtækisteimum sem að gera þetta saman, sko. Nei, það mætti vera töluvert meira að því. Mætti vera töluvert meira, þannig að þú veist, að þegar vinnustæðamenningin er þannig að þú er tekin inn í eitthvað lið og þú veist, og þá að gera það betri einstakling. Já. Þannig að svona í sumum vinnustæðamenningum þá kannski svolítið verið að halda fólki á sínum stað, sko. Halda það bara niðri. Og halda það niðri. Mátti ekki vera ofgóður. Já, svona taka vakst og tækifærin að þeim. Já. Það er þá ekki rétti staði fyrir þig, sko. Nei, alls ekki, sko. Það er náttúrulega bara saman sem við tölum og bara lead with excellence, náttúrulega bara excellence þýðir fyrir okkur að vera alltaf betri. Já. Við getum alltaf orðið betri og hvernig við leitum að tækifærin til þess að vera betri einstaklingar sem að bæði hefur áhrif á vinnuna og líf fyrir utan vinnuna, sko. Já. Og það er náttúrulega bara númer 1, 2 og 3, sko. Já, það er líka svona, allan svona fyrir mig, þú veist, það er aldrei toppur. Nei. Þú veist, það er allt hægt að fara aðeins lengra. Já. Hvort sem að, þú veist, það er vinnan eða í persónulega lífinu, þú veist, að það er alltaf improvement og það er svona kannski það sem ég veist líka gaman við, þú veist, það sem við erum að gera hér er að eftir hvert einasta verkefni þá er ég alltaf að taka eitthvað nýtt heim. Einmitt. En hvernig fannstu svona, þú veist, þegar að þú kemur hingað yfir og við erum byrjuð kannski að setjast niður og skrifa niður markmið og annað. Hafði þú verið að gera það til dæmis á einhverju tímapunkti áður? Já, þú veist, ég var bara svona eins og almóðinn fattur, ég vaknaði 1. janúar og Já, rankaði við þá. Núna verið 2017 sko mitt ár. Já. Og það var sett eitthvað svaka actionplan niður en það var ekkert bita niður eða neitt og þetta var bara eitthvað svona pínu fantasy, þú veist, og svo keyrði maður á þetta og svo það maður sá ekki ávöxtinn eftir 2 vikur, þá var maður bara, þú veist, sónaði maður bara út í því, sko. Já, það vantar líka svolítið í þetta, þú veist, þegar þú ert í svona culture eða þú ert í teimi þar sem fólk er líka haldar accountable. Já, akkurat. Það er allir að sigla að róa í sömu áttin og það er allir sem að vilja vera betri einstaklingar. Já, akkurat. Og líka náttúrulega þegar maður er með svona drifnum einstaklingum er náttúrulega, þú veist, þetta er bara svolítið svona wolfpack og veiki úlfurinn, hann fellur bara úr úlfpackinu, fattur við. Já. Og það vil enginn hellast aftur. Svona, þú veist, þeir sem eru kannski í því mindseti, þannig að það er svo geggja, þú veist, að við erum að pússa hvort öðru svolítið áfram. Já. Og þegar einhver er að eiga kannski einhvern smá downtíma, þú veist, að þá erum við svolítið
að hjálpstaða. Einmitt. Draga hvort annað upp. Já, nákvæmlega, bara, þú veist, bara eins og gerst við okkur, þú veist, að við höfum bara tekið öll þessu góðu spjall, þú veist, og þú veist, og það hefur alltaf hjálpað, sérstaklega, þú veist, þegar maður er, þú veist, kannski í smá lægð. Einmitt. En hvernig nú, þú fyllt út markmiðahefti sem verið með á íslenskidraumur.is. Já. Hvernig hefur svona verið þín aðferð gagnvart því þegar þú ert að setja eins og nefndir áðan markmið sem skiptaði máli, sem þýðinga mikil markmið. Hvernig ertu þá að horfa aðalega, við höfum náttúrulega talað þetta saman ofta áður, þú ert að horfa á árið, en svo ertu kannski líka að horfa á 5, 10, 15, 20 ár fram í tíma. Hver draumurinn? Hver vilt þú vera? Ég horfa á þannig að draumurinn það svolítið svona stóra markmið og svo skrifar drauminn niður sem að verður það á markmiði og skipti því svo niður í minni skref, ár eða ársfjórðungar eins og Já, akkurat. Já, það náttúrulega bara að vera minn öflugasti einstaklingur og bara elta þau markmið sem ég hef setið mér. Eins og núna bara í dag, þú veist að ég bara að horfa 20-25 ári tíma og er búin að ramma inn hvað ég þarf að gera til þess að komast þangað sem ég ætla að fara. Og já, svo er það mjög mikilvægt að hafa vision til lengri tíma. Já. Og það svona kannski eitthvað svona fyrir mitt liti sem að kom inn kannski svolítið í seinni partinn hjá mér. En ég bara allan að þakkláttur fyrir að það kom og það margir sem að sigla gegnum lífið bara stefnulausir og langflestir. Já, og svo allt og margir raunni. Já, akkurat, og svo blæs vindurinn aðeins og það ekkert foundation, fattur við. Einmitt, það engin grunnur til að falla aftur á, sko. Nei, akkurat. En hvað svona áhrif hefur það haft á þig þegar þú varst skýr með þetta, skýr hvert þú vildir stefna? Það var bara svona, kannski svolítið dramatist að segja, en bara svolítið svona rebirth, sko. Já. Það var bara svona, þú veist. Endurfæðing. Kom bara svona svaka, svona clarity. Já. Og ég myndi segja mikið léttir líka, sko. Já. Það rosalega, þú veist, ég geta bara ímyndaðir ef þú sérst að kera upp að hellisið að þoka allan tíma. Já. Og svo allt bara byrti til úr þokunni og þú sér, þú veist, Eyjafjallajökull og kannski stefnandi tekin Eyjafjallajökull en þú kannski varst ekki búin að sjá Eyjafjallajökull í mörg ár. Já. Þannig að ég myndi segja að það sé svona, þú veist, léttirinn að fá þetta clarity, það tekur líka bara svona vissar áhyggjur að þér og þú getur sett fókusin á réttan stað. Já, einmitt. Ég meina, þú veist, ef þú ert stefnulaus í lífinu þá ertu bara að fara að drifta einhvert. Já, nákvæmlega, akkurat. Þannig að, Þetta bara eins og skip sem ekki með neitt áfangastað. Akkurat. Hvernig getur þú búast við að þú sérst að fara að enda á réttu stað? Þú getur einfaldlega ekki gert það, sko. Já. En svo líka alveg hægt að bita þessi stóru og löngu markmið niður, fattar þið. Já, alveg klálega. En þú eru svona að vita hver áfangastaðan allavega. Þú kannski ekki nákvæmlega fara að enda þar en allavega töluvert með líkur og endir nærði. Ef þú sest niður og hugsa með sjálfur og tilbúna fjárfesta þessum tíma í staðin fyrir eins og talar þú veist, þú mætir og er tilbúin að þjónusta viðskiptana rosalega vel og vinna vel að því og standaði vel í vinnunni en er svo ekki tilbúin að setja sniður með sjálfur 2-3 tíma til að fjárfesta í þinni eigin framtíð. Já, 100%. Ég myndi svona að segja svona að foundationi samt að að þú veist, bara svona að þú ert ekki með sín á hvert þú ert að stefna í lífinu, fattur og hvar verður eftir 15 eða 20 ára, hvar sérðu þið, fattur og það að byrja að vinna bara svolítið í sjálfur og setja þessu stuttu markmið og þú veist, krossa þau og þá svona automatist byrja svona hugurinn að reika lengra. Já. Þannig að svona, já, ég myndi segja að það sem byrjunum hitt kemur það að þú veist að horfa 20 ára fram í tíma það náttúrulega alveg jafn overwhelming að setja 12 mánaða markmið, ekki meira. Já. Þannig að ef þú komið 12 mánaða markmið, fattar þau betra niður og þú succeedar á því, fattar þau, þá einhvern veginn, þá bara akkurat, byrjar að sjá aðeins lengra og þú veist að í millitíðinni þá byggir upp bara þann einstakling sem sér lengra. Einmitt, náttúrulega líka bara mikið þú veist að stóru markmið þau náttúrulega eru svolítið svona bara svo áttaviti í ákveðun lífsins, sko. Þá veistu nákvæmlega hvert þú vilt stefna, sko. Akkurat. Og það náttúrulega, og til þess að geta einmitt búið til markmið sem að skiptaði máli þá náttúrulega þarfst að vita
hvar þú vilt vera eftir Já. 20 ár í rauninni sko, við vorum að tala um hvar þú vilt vera, þá vorum við í rauninni að tala meira um hver þú vilt vera, hvaða einstaklingur þú vilt vera, af því að það er náttúrulega einstaklingur sem þú ert að þróa á leiðinu áfangastæðin sko. Já, svo náttúrulega best náttúrulega þú veist að náttúrulega svona hagstæðast að fólk fatti þetta sem fyrst á lífsleiðinni, svo það getur byrjað journeyið og og ég bara svona, ég sem foreldri í dag ætla að gera mitt besta í að hjálpa að stýra mínum börnum í að finna út hvað er þeirra needs, hvað er þeirra x-faktor, hvað er þeirra passion og styðja þau í því svo þau farið fyrr á rétta vegferð. Það er mjög góð búið og það er náttúrulega partur af því okkur ég er að gera þetta podcast er til þess að aðstoða aðra til að finna og verða get serious með þeirra markmið og taka sínu lífi og stefni alvarlega. Akkurat, það er líka það sem ég finnst geggjað við podcasti sem að þú ert með í dag er að maður er að fá local stories, þú veist, að fá local feedback, það eru frumkvöðlar á okkar aldri sem koma og deila reynslu sinni, hvað þau ert að gera, hvaða áættir þau þurft að taka, hvaða fórnir og hvaða þau frutt á þeir leipur, og þú veist, og svona svo geggjað að fá svo tímalínu alveg frá byrjun fram í endan. Já. Og því að þú veist, það er ég held að það sé fullt af fólki sem langar að gera ógeðslega mikið, það bara veit ekki alveg stepsin að því og þetta svolítið opna svolítið heimið þeirra. Einmitt. Svona stundum þarftu bara að vera svolítið bara adventurous, taka á skarið og trú á það sem þú ætlar að gera. Já, og fólki náttúrulega fæ líka bara meiri upplýsingar það, þú veist, þetta er eins og horfið bara á einhverju einstaklingar sem er búin að árangri á Instagram eða sérðu út á götu að þá í rauninni ertu bara svolítið að sjá svona final productið og glansmyndin að því. Þú sérði í rauninni ekkit hvað er bakvið það sko. Já, akkurat, já. Og sérði í rauninni ekki hinn 90% sko. Já, líka bara, þú veist, þú getur bara tekið þig bara sem gott dæmi, bara þegar þú startaði Deluxe Iceland að, þú veist, þetta var bara one man army, fyrstu 3-4 árin, það var bara að þú keyrði dagan og svo komstu heim á kvöldin eftir 12 tíma dag og þú átti eftir að svara e-mailunum, þú átti eftir að smíða CRM-kerfi til þess að halda utan bókarinnar að þú veist, að þú þarft ég held sko að þú veist, allt sem þú gerir og sem að á að vera eitthvað sem þú stoltur af og minn reka sér vel að þú þarft svolítið að fara í gegnum erfiða tíma og sakrifæsa rosalega miklu. Já, þetta fórna mjög miklu. Já, ég held að þessi mjög lítil prósenta sem að fær eitthvað nice starting fund og getur gert þetta the easy way. Já, það er náttúrulega ekkit auðvelt sem með þessu virði, en ég held samt líka að fólk ruggloft saman sko að þú veist, það horfið að fólk sem er að vinna bara í vinna hjá öðrum 9-5 eða hvað svo sem það er, svo horfum við að fólki sem er að byggja fyrirtækin og annað, að það sé í rauninni 1-2 leiðinar ef sko að þú getur ekki verið einstaklingur sem ert að vinna eigin markmiðum og annað eða þú ert að vinna bara í hefðbundni vinnu sko. Ég tel það svolítið mikið miskilning líka sko. Já, akkurat. Já, fólk svona investa svolítið mikið í að vinna fyrir annan en gleymi sjálfum sér. Já, en það horfið líka sko að bara þú veist, ok, ég er ekki fyrirtæki eigandi eða ég er ekki sjálfur en að vinna fyrir sjálfum og þess vegna get ég ekki verið með markmið að stefnu. Já, en það er rauninni algjör miskilningur sko. Já, akkurat. Þú getur alveg verið mjög öflugur einstaklingur en kosið að vinna hjá einhverjum öðrum. Já, allan daginn, menn að þú veist, það er marga leiðir. Já. Og þú veist, og maður leggur sjálflega mikið fram og því að þú veist, það sem þú gerir representa það sem þú stendur fyrir. Einmitt. Og taka ábyrgð. Og taka ábyrgð. Það er alltaf velju. Því að þú veist, sem starfsbæringsstaðar þá ertu ráðin í stöðu og þú veist, ert með ákveði velju í starfstöðinni þinni en það er svo margt sem þú getur gert til þess að kreita meira velju. Einmitt. Og hvað gerist þá? Þú veist, þú vex sem einstaklingur vex kannski innan fyrirtækisins líka og hvort það gerist eða ekki að þú veist að það ítið eitthvað áfram. Já. Það er ekki fyrir alla að vera fyrirtækja eigendur. Nei, en það myndi þjóðfélagið eða samfélagið ekki gangu upp og allir ætla að vera með fyrirtæki sjálfur sko. En það er vissulega mögulega bara fyrir alla samt, þú veist, að lifa nokkuð organæst lífi en ná að hafa það gott sko. Þetta bara snýst bara þú veist, hvernig þú strúktúrar það sko. Já, og gera líka bara sjálfa það sem verðmætari starfskraft. Já, og eftir svona að vera starfskraft sko. Já, alltaf er henni auka veljum. Það er bara, þú veist, leiðunar til mannsæti er bara auka veljú að þá mynd það alltaf. Já, verðmæti og
búa til þín eigin verðmæti og taka fulla stjórn og ábyrgð á sjálfur og þínu lífi. Já, akkurat. Þannig ertu að fara að komast áfram. Og svona bara svona, við förum bara allt sem við búin að tala þetta helst allt í hendur. Já. Þetta byrjar allt hjá sjálfur. Já, og byrjar allt í litlum skrefum. Allt í litlum skrefum, akkurat, sko. Þannig að, það er bara þannig. Já, og mér finnst bara geggja að hafa farið svona svolítið í gegnum en þetta crashkurs fattaru, því að það er bara kendi með það sem ég er að gera í dag. Já, það er það sem gerir það einstakling og sterkari karakter er að fara í gegnum eitthvað sem er ekki auðvelt. Já, það er gegnum áskorunni, sko. Já, nákvæmlega, akkurat, sko. Og það er náttúrulega bara þannig, sko. Er eitthvað annað sem að þú myndir vilja svona bæti í á lokin, eitthvað sem þú myndir ráðleggja einhver sem var að hlusta á að hafa í huga varðandi það að setja sín markmið? Já, ég myndi ráðleggja bara þeim sem eru að drifta svolítið stefnulist að það er bara að byrja smátt, vera accountable, ekki berja það niður þóttu feilir, en grípa þið og að halda áfram. Já. Og því lengur sem þau heldur því út, því meira myndu ágast út frá því og það muni koma tækifæri og það muni kannski kvikna áhugi á okkur sem þú vilt skoða betur og fá passion fyrir og framsækja. Einmitt. Þannig að þú veist að það er bara byrja á grunnvinninni og hitt kemur. Allan að það var svolítið svona mitt experience. Já, myndir ráðleggja fólki að deila markmiðunum með öðrum? Já, ég myndi gera það. Sérstaklega, ég myndi velja fólk sem getur hjálpað þér að vera accountable. Já. Ég myndi umkringja mig með fólki sem er á svipaðri vegferð og jafnvel helst einhverjum sem er komið lengra. Já. Allan að svona fyrir mitt liti finnst mér alltaf gott að vera með vera umkringdur fólki sem er árum undan mér. Því það hjálpa mér líka að halda vísjónu á hvert ég er að fara. Já. En mér finnst gefa mér rosalega mikið líka samt líka að þú veist bara að ég reyni ekki að tróða upp á neitt að þú veist að fara í kaldastyrtu eða Coldplay og fara í rætna klukka 6 á morgunina. Það virkar ekki neitt. Nei, en þú veist, mér finnst bara best að gera þetta sjálfur og ef fólk sér hvað ég er að gera og það eldir þig. Og það eldir og þá það bara gegja. Já, þú setur fyrirmyndina. Já, setur fyrirmyndina, en ég er ekki að klína upp á neitt, sko. Nei. Ég lærði líka að það er enginn að fara að segja mér að gera neitt. Það er bara þetta, þú þarfst að gera þetta allt sjálfur. Já, þarfst að leggja vinna. Þarfst að leggja vinna og vilja leggja vinna. Já, það er engin leið hjá því, sko. Nei, alls ekki, sko. Þannig að þú veist að passionið er ekki til staðar ef að þú ert að gera þetta fyrir einhvern annan. Einmitt. Það er geggjur lokaorð. Bara Jónas, takk aðeinslega fyrir að gefa þér tíma og taka spjalli. Mjög gott og skemmtilegt spjall. Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þau tilkynningu leið og næsti þáttur fyrir lofti.